velkomin aftur. Takk fyrir. En við sem sagt tókum okkur bara stuttu pásu Já. og erum að taka upp núna part 2. Ég held að örgulega styðsta pásan sem við hefum tekið bara æfun okkar. Já, af því við getum ekki hægt að tala um þetta. Nei, við erum ennþá heitar. Já, það er eiginlega þannig og Já. við fórum að pissa og vorum bara, við skulum bara ekkert vera að tala um þetta. Nei. Skulum bara drífa þetta af. En bara, ef þið eru hérna og þið eru ekki búin að hlusta á Díunu part 1, þá Já. munið þið gera það áður af því að núna erum við að fara að tala um conspiracy eða samsæriskenningar hennar bara, hvernig, já, hennar dauða. Algjörlega. Dánardag. Bara hana. Já. Já, hana og allt sem tengist þessu máli. Já. En við tókum sérst í part 1 eins og þú sagðir. Bara allt hennar líf. Já, bara, hver var Díana? Já. Hvernig var bara hennar svona major events, basically, í lífinu. En núna er komið með svona samsæriskenningum hana. Já. Þannig að þetta er Díunu vika. Já. En hún á ekkert minna skilið. Ángríns, það var bara svona, það er ekki sens að hún fá bara eitt þátt, sko. Nei. Ekki sens. Líka, við ætlum að taka hana bara inn í Royal, svo vorum við bara, Nei, ekki sens. Svo ætlum við að taka Mary og Harry. Mary og Harry. Inn í Meghan Díönu. og Harry inn í Díunu þá og þá bara, nei, það þurfti sér þátt. En þessi meistari þurfti svona sér þátt. Já. En það var komið að samsæriskenningum. Já. Árum Árum byrjum. Já. Það áætlaði að tala um styrstalagan okkar. Laugaspa. Organic skincare. Elska. Best. Já, ég get sagt þér það að baðherbergið mitt constantly lyktar eins og lemongrass. Já. Ég er með eitthvað kreif að fara svona 4 sinnum í styrt á dag. Já. Það er bara eitthvað, ég veit ekki hvað það Svo er. notalegt. Ég get ekki Já. ímyndað mig líka svona cool you off bara. Ég er svona ólétt. Ég er enda fyrir fárlega heita sko. Ó. Það er ekki gott, Ok, ég veit það. ger það ekki. Nei, ég veit það, en það er eitthvað. Ég fíla á kvöldin. Já. Þannig að daginn elska ég bara basically kalda styrstir, sko. Já, það er endar alveg ókslega kósi líka sko. En það er eitthvað bara, ég veit ekki hvort það sé, þú veist, hvort það tengist hitanum eða ekki. Bara eitthvað við vatnið sem léttir svona á óléttum konum. En að mér finnst, myndi gera mikið fyrir að eiga bað heima á mér. Ég er bara ekki með það. Þú voru að kaupa svona upplási bað. Já, ándjóks. Þú veist, fólk er búin að segja mig, keyptu þér svona uppláðsblað. Svo sá ég eitthvað vera að sína það á Instagram og eitthvað. Þetta er svo mikið vesen. Já. Að ég nenni því ekki. Nei, ég myndi ekki nenni því kannski. Nei. Það er ekki bara, það þurfa alltaf að blása það aftur upp og eitthvað. Já, og pakka því saman og Já. svona vesen, sko. Þannig að styrtan gengur alveg, sko. Já, já. En, Kaupi bara bala fyrir baby. já. Bala fyrir baby. Til nú svo bali fyrir mig bara. En Jú. skilju, til svona fullorðins bali. Nefnum svona uppblásu Örugglega bala. ekki. Nei, Nei. nákvæmlega. En ég ætla að segja, barbygg mitt, sko, ilma bara eins og lemongrass 24/7, af því ég er alltaf í styrtu og ég set alltaf með olíu eftir á og ég er bara drenched. Ángríns. Og líka, ég er með bað heima. Og það er ókslega næs, ég veit þú ert ekki með bað. Að setja sjávarolíuna ofan í baðið. Andskotans. Þá verður maður bara svona soaked. Vá hvað það hljóma vel. Já, Þú voru að koma til mín í bað. það var svo Velkomin. ándjóks. Já, þannig að þú setur sjávarolíuna ofan í. Já. Já, ég nota sem sagt svo mikið í lemongrass bara eftir styrtuna. Já. Þá er ég bara með bodyolíð. Já. Sjávarolíu samt í styrstinu líka gegja. Það er ekki að sko, og eins og þú talar þú sagði þessum þætti sem ég lærði að þú talar að þú getur notað þetta sem raksopu. Já, þetta mýkir upp húðina. Nota alveg volgt vatn, mýkir upp húðina. Setja sjávarolíu neyfir og raka. So soft. Það bara ándjóks. rennur af. Ég bara- Ef þú rakar það. Já, en ég raka á mér Já. fætnar og svo lesan og ég er búin að nota þetta á þetta er a game changer. True. Þannig að við mælum með og eins og við segjum, við elskum alltaf þegar við erum svona hacks sem er hægt Já. að nota vörurnar í meira en eitt. Algjörlega. En síðan er það líka sjálfsög í spúð uppi. Það sem ég myndi gera mikið fyrir tepásuriðin right now. Sko. Ándjóks. Líka því að mér er svona heitt. Já. Það er svona heitt inn í setti hjá Need to okkur. cool off, sko. Já, við Við erum vorum alveg með munnræpu senst þetta. Okkur er heitt í hamsi. Já. Þannig að Við erum að kæla rattböndin. já, ándjóks sko. Og þú veist, maður er með te og þú veist það Já. it's getting hot in here. Skerinn hatt, þannig að það er ekkert betra en að kæla sig niður með einum ísköldum tepásrif. Líka daginn þá fór ég þess að sagt með fólki að fá sér tepásriðin og og sem sagt svilkona mín þessi tepásriðin og það kominu sem ekki og hún bara jarðabörin eru fersk. Já. Ég eitthvað, Væntanlega. Væntanlega. Bara þess vegna eru ísbúð líka alltaf upp á aldrei mig. Það er ekki bara það að ísin er bara bestur, Nei. heldur líka að vera með fersk jarðaber.
Með ferska ávexti? Já, ég þoli ekki frosin Sorry, jarðarber í ég ís. þoli það ekki. Bara meika það ekki. Þoli það ekki. Af því að fersku verða svona köld og verða svona pínu svona, þú veist. Það kemur svo skrítið bragð af frosum jarðarberum, maður líður bara sér bara búst, skilur. Já, og líka því að þú veist, það verður, sko, ég var að lenda í því þegar ég fengi mér ís annars staðar, að þú veist, þetta er bara klumpur. Já. Þú getur ekki betið í gegnum þetta. Einmitt. Sorry, ég bara að ranta. En þú veist, það er game changer að fá ferska ávexti. Já. Ég fór líka með vinkonum daginn og hún borðar ekki Oreo sem er mjög skrítið. Já. Og hún samt fekk sér tilbúðsröðin og hún setti Snickers kurl inn í hann í staðin fyrir Oreo líka. Já, ok. Þannig að ef þið borðið ekki Oreo, þá mælir hún mjög mikið með. Hún sagði að það var geðveikt. Ok, geðveikt. Og hún hefur aldrei heldur smakkað hnetsmjör í bræðar og hún sagði að það var geggjað. Já. Hún var bara hvað þetta kemur óvart. Hópurinn sem ég fór með daginn hefði myndi ekki smakkað hnetusmjör í bræðar og voru bara, wow. Já, eins og Hildur vinkonum mín sagði, hún bara, ég var smá hrædd þetta væri svona eins og bara eitthvað smoothie skáli eða eitthvað, en þetta er bara algjört nammi. Þetta er algjört nammi, sko. Blanda við jarðarberin, þetta er svona, so good. It's so good. Allir í ísbúð uppi, í kvöld. Svo sannlega. Ef þú ert núna að hlusta á þennan part 2 þátt og þú veist, það er svona kannski setjum part dags og okkur skellur ekki bara bíltúr. Farið tilbúrsef með þessum þætti. Já. God damn it. Líka bara eftir að hlusta á báða, bara enjoy. Já, wow. Þetta er bara marathon. Já. Binge, hlustaðu þetta til. Já. Potið, það er ekki binge, bara það er binge watch, binge listen. Binge listen. Herru, Díana, part 2. Conspiracies. Þið elskið conspiracies. Já. Við erum alveg bara komst að því. Alltaf að senda okkur. Nei, gera meiri samsærinkenningar. Við ætlum bara, það er erfiðar en þið haldið, sko. Það er það, sko. Það er alveg lúmst. Út af því, ef þið viljið fá marga samsærinkenningar einum þætti, þá, þú veist, Já, betra að ræða eina. Já, það eins og við tökum núna erum við að taka bara, þú veist, hefðum við tekið díunu inn í öðrum samsærinkenningar þá hefði verið 4-5 tímar. Já, einmitt. Og þá hefði við fengið eitthvað verið reiður út að þetta er of langur þáttur. Já. En svo líka stundum að sendi á okkur eitthvað, þið gleymdi þessum. Ég er svona, við gleymdum honum ekki. Nei, við vitum þetta. Já, þú veist, við höfum ekki tíma í alla. Við ekki alla samsærinkenningar í heiminum, sko. En það er bara gott af því að, þú veist, það er enginn að stoppa okkur að gera part 7, 8, 9, 10. Já, algjörlega. Þannig að ef það er samsæriskenning sem þú veist díunu, sem við tókum ekki. Það getur sagt okkur það fyrir næsta part. Já, af því að getur vel verið að koma part 3 díunu okkar. En fyrsta samsæriskenningin dauða díunu fór á netið í Ástralíu bara nokkrum tímum eftir að hún dó árið 1997. Ok. Og þaðan hefur sprottið upp bara mörg 100.000 bara vefsíður bara samsæriskenningar hennar dauða. Já. Það er rosalegt. Hvaða samsæriskenning var það sem kom hann upp? Það er bara vinsælasta á þeim tíma. Ekki í dag, mér finnst ekki vera vinsælast í dag þegar þetta er ekki eitthvað sem við tölum bara fyrst þessum okkur þetta í hug en bara vinsælast að var að þeir vilja meina að slysið var bara sviðsett til þess að hún og kærastan og Dóti gætu flúið og lifa sínu lífi einangruð frá öllu. Hún sé sem sagt ennþá á lífi. Já. Hún er ekki dáin, hún er bara ekki staðar á okkur tropical island, living her best life og bara að njóta með manninu sínum sem hljómar mjög svona ólíkt henni fyrir mér af því að ég get ekki ímyndað mér og hún myndi ekki vilja hitta strákana sína. Nei, ég er sammálaður sko en þessi kenning, þú veist, líka bara fyrir ykkur sem er á TikTok eða pröfa að skrifa Díana Conspiracy, það er margir, þú veist, það er til dæmis ein stelpa sem kemur fram og hún var að vinna á einhverju eyju ykkur staðar. Já, hún sá okkur konu sem var svo gömul hún Já, hún sagði bara, ég bara fekk bara gæsahúð, bara þetta er bara Díana. Oh my god, ég var gæsahúð. Bara augun hennar og, þú veist, hún það var bara eitthvað bara. Kannski er það rétt, af því að þeir, í þeirri kenningu, og vita allir hvað hún er góð móðir, í þeirri kenningu er líka að þau eru alltaf í svona conference call. Sambandi við henni, já. En myndi þá Harry vera að segja history might repeat itself og maður veit það ekki. Kannski er hann bara að tala hvernig hún var trítið þá og ekki hvernig hún dó. 100%. Það gæti alveg verið rétt. Ég vill að þetta sé rétt, ég vona það. Já. Ég vona hún sé bara lifandi og bara hamingisem einhvers staðar, sko. Samt svo sick, sko, fyrir þá að hafa þurft að vera svo ógeðslega ungir að feika dauða mömmu sinnar. Kannski vissi þeir það ekki strax, skilur. Kannski hringdi hún í þá bara þegar þeir eru nógu gamlir. Það er líka sturlað. Faldi ég bara að fá símtal, skilur. Eða bara þeir eru engu sambandi. Já.
að því ég samfélagsið þú, ég trúi ekki að hún myndi gera það sem lætur mig ekki trúa þessari kenningu hvers konar móðir hún var að því hún var svo góð móðir, skilur. Já, hún aldrei geta, ef þau ætti engi börn 100% þá var ég á þessari kenningu bara, já. Þá var bara dýn og lífi, sko. 100%. Alveg mikið á túbak og eitthvað. En, já. En þau líka segja bara, það var aldrei sýnt neitt lík. Nei, við sáum aldrei líki. En af hverju ættum við að sjá líkið? Já, halló, hvað er það? Það er aldrei sýnt lík bara... Nei, þetta var líka nota með túbak og þannig við sáum aldrei lík. Var sýnt Michael Jackson í jarðarförin hans? Nei, það var ekkert opin kistan, sko. Ég segi það, þú veist, það er aldrei sýnt. Nei, það er bara svona því að einhver sáu, þú veist, ég held að einhver að sé Michael Jackson borin út eða skilja eitthvað þannig. Mér finnst það bara asnaleg rök. Þetta er mjög, af því að það er, þú veist, bara manneskjan dáin, þú ert ekki að fara að broadcasta líkið hennar, skilur, þetta er bara hræðilegt. Engir í fjölskyldu myndi vilja það, skilur, og manneskjan eru ekki sjálf. Þannig að mér þetta asnaleg rök, skilur, þú veist, ég trúi sér kenningu út af mörgu öðru heldur en því. Já, en þetta er mjög mikið af rökum í mörgum kenningunum, er að þegar líkið var ekki sýnt. Það er bara afgrætti að sína líkið, það er bara galið. En smá tengt líkinu er að ég fann hérna viðtal við bróðurnar, sem er bara frá 2020. Já, ok. Og hann sagði að það hefur verið 4 sinnum reynt að grafa upp líkið hennar í gegnum sér 20 ár. Hvar er hún grafin? Þannig að það var sko, hún er grafin, að sjá. Hún er sérst grafin í Englandi. Nei. Prinsess Diana. Marstu hvernig eru grafin í Crown? Þau eru grafin inn í allavega mamma kongsins pappa Elisabethar, fattur þú? Hvað heitir hann aftur? Hann var ekki Edward. Nei, George. Já. Nei, veit ekki. Hvað sagðirðu? Mamma hvers? Mamma hans. Mamma hvers? Pappa Elisabethar. Mamma, pappa Elisabethar. Já, ég man ekki hvað. Gleyma hvað hann... Sú sem var nei. George, jú. George, ok. Já, ok. Veitu. Jú, þetta er hann. Mamma hans, hún var grafin bara inn í kirkjunni gegnum gólfið í Crown. Já. Það er svona grafhýsi. Já. Það er svolítið svona gamaldags, en þú veist, það er alveg margir í þannig, sko. En hennar gröf, hennar Díanu, er víst á litli eyju. Bara, í England? Bara við England. Þetta heitir Althorp Park og þetta er svona Spencer fjölskyldan átti. Já. Fjölskyldan hennar fjölskylda átti. Og það, og mér sýnist hún vera líka grafin í svona hýsi. En það er ekki hýsi sem það var bara inn í kirkju, sko. Já, ok. Það var bara fór gegnum gólfið, skilur, kistan. Það er spes. Já. En ok, veist þetta er eitthvað. Ég veit ekki, kannski er þetta bara í þáttunum. Já, kannski. En hann talaði það var mjög mikið áhugjefni á þeim tíma. Þú getur ímyndað 97. Já. Þegar hún fólk vil svöða þarna, sko. Já. Bara conspiracy er bara að springa hann upp. En það er 4 sinnum bara búið að bara bösta. Fólk er bara stopp og fólk bara stopp, þú veist. Guð. Þegar grafa líki hennar upp, sko 20 árum seinna. Já. En ætli, þú veist, fjölskyldan hennar nei, þau myndir náttúrulega ekki vilja síðan líka því að ef hún er lifandi, skilur. Ef hún er lifandi, þá nei. 100% ekki. Nei. Þannig að þau hafa enga ástæðu til að gefa upp líkið á neinu ástæðum, skilur. Nei. Skilur, því að þú veist segjum hún sé ekki lífi, skilur, og hún bara hafi dáið. Það er samt búið að krifja allt sem hættir að krifja, skilur, og ok, veist, ef við hugsaum þannig, af hverju myndi þau vilja stoppa fólk af? A, ok, kannski er hún ekki hana, það myndi upplösta það. B, þú er bara, þú ert því líka vannvirðingu á líkið. Já, bara á fjölskylduna og þau eru búin að grafa fjölskyldumælum, skilur. Já, að ef hún er bara dáin og er bara hvílast í friði. Þú vilt ekki einhvers ég að bara messa upp leiðinu, þetta er bara svo mikið disrespect. Já, þetta er bara því líka vannvirðing. Fyrir forvitni. Þetta er ógeð. Hvað ætlar þú að gera með lík líka? Skilur, þú bara þennun mynd, skilur, ég get ekki fólk, sko. Nei, get ekki neitt, sko. Ég lægi. En 4 sinnum, mér finnst alveg bara fárlega oft, sko. Já, mjög oft. Og að því hún er einmitt bara á einhverju eyju, sko, og það er alltaf að gera þér ferð. Já, og það er potted security, skilur. Það er það, 100%. Annars verður ekki að ná að stoppa þetta. Nei. En já, mér finnst þetta bara merkilega punktur. Já. Það sé búið að reyna að grafa hana upp, en það er mikið áhugjefni hvar hún yrði grafin. En
að því hún er ekki Algjörlega. konungsborun, þú veist, ég veit ekki Einmitt. hvernig það verður, hvað ætli Elísabet verður grafin? Guð, rúglega bara Einmitt bara örgulega inn í ykkur svona Já. bara sérbyrðri kirkju, sko. einmitt. Það verður áhugavert Já. að, já, veist, já, það verður áhugavert að sjá, Já. en þið veitir samt hvað ég meina, ég er Já. ekki eitthvað. Nei, það er alltaf læg. Ok, takk. Maður þurfti bara að passa sig mikið að segja Já, eitthvað sem ég að gæti veit verið það. tólkað rangt. Að því maður er ekki, já, maður er ekki að meina þetta þannig. Nei, alls ekki. Alls ekki. Við meinum allt með góðu hjarta, sko. Sjálfsög. Og Já. hérna, Hvaða samsvarskenning er næst í þér? segði sagt að hún hafi, þú veist, náttúrulega algengt, þú veist, hvað eru þessar tvær algengustu samsvarskenningar, það að hún sé á lífi, b að hún hafi verið drepin. Já. Þetta hafi ekki verið slys. Þetta er sagt hafa verið, skilur, Já. þetta er sagt hafa verið slys. Það er til sem margar leiði hvernig að hún hefur verið drepin og svo af hverju og hvernig. Já, út af hverju og þannig. Já. Þannig að ég er með, þú veist, eitt af það, þetta hafi ekki verið slys, út af því að Diana hafi verið ólétt. Já, eftir Dodi kærastinn. Já, sem sagt, egypska, kærasta sinn. Og pappi hans segir þetta. Já, hann segir þetta. Já, hann segir að hún hefur verið ólétt af barnabandinu sínu. Já. Og breska ríkið. Þetta var ekki ideal að hann, þú veist, Dodi myndi vera stjúpabbi konungsins, skilurðu. Líka átti að hafa spilað inn í að því að trúin hans var víst muslimatrú og það átti líka að hafa verið eitthvað issue. Já, það var issue að hann var þá stjúpabbi þeirra, skilurðu. Og þannig að það hefði þess vegna verið plottað að myrða hana og hann. Já. Þú veist, að myrða hana bara út af óléttinni. Já. Að því að líka þeir geta ekki átt hálfbróður sem var eitthvað svona hálfur muslimi eða það hefði verið eitthvað issue og Það var eitthvað mjög sketchy, sko. já. En þessi umræð það að, þú veist, Diana er ólétt, hún kom upp með þess að áður en hún dó, sko. Svo fólk var alveg byrjað að pæla að því hún var byrjað að opinbera kærasta sinn. Já. Eða, þú veist, var orðin svona carefree hvar hún sást með honum. Já, einmitt. Hún var ekki að fela sig. Já, hún var ekki að fela sig. Þá var fólk svona, ætla hún sé að þessu til þess að bara svona warm us up fyrir það að hún sé að fara tilkynna, hún sé ólétt af eins og það sé alltaf, skilur við aðmáli. Einmitt, en þú veist, þannig að þessi umræð var komin áður meira segja. Og hún gefur það einhvern veginn svona til kynna Já, að það var eitthvað sem gerðist mjög óvart á milli þeirra. já, það er næst svona tala á hún ykkur viðtali, hún segir eitthvað svona, you all should wait for the big surprise. Já. Og þú veist, já, það var kannski bara að hún var að fara að leika í bíóm, eða við veitum ekki, skilur, hvað það var í dag, hvað hún var að meina, hún hefði ekki verið bara hún alltaf að flytja til Egyptalands. Já, einmitt. Með börnin, skilur, Já, með það Harry gæti bara og verið eitthvað William. þannig. En hún gæti líka rólegt. Já, nei, svo er nefnilega sagt, þú veist, það er sagt þegar líka hann var krafið að það hef verið bara tjekkað Í krufningunni. í krufningunni. En er það samt, vitum við það samt? Einmitt, vitum við það. Í fyrstu svona tilkynningum, þá kemur að það mátti ekki sem taka blóður henni, sko. Það er alltaf spurning. Hvenær var hann krufin, skilur, af royal læknum úti? Það mátti ekki snert hana í Fraklandi. Nei. Það var alltaf sagt, það sem ég las. Og held ég í myndinni. Þannig að eigum að treysta royal læknunum hvað er satt og hvað ekki. Þú veist, þá kemur þetta, skilur. Það sem okkur var sagt var það að líka hann hefur verið hvað sem að krafið? Nei, krufið. Ég veit ekki, þú veist, ok, whatever. Eftir krufninguna. Eftir krufninguna, að það sem okkur var sagt er að það hef ekki verið neitt sem sýndi, gaf til kynna að hún hafi verið ólétt. Nei. Bara ekki á neinu stigi. Nei. Ekki einu sinni bara að hún hafi mist fóstur eða eitthvað, skilur. Það var engar grunar að hún væri þunguð. Engar, og meiri sér að talað að tíðarhingurinn hennar hafi bara verið eðlilegur. Já, Vist, og hún var nota getnaðarvarnir. Já, hún var á pillunni eða eitthvað. Einmitt, þetta er sem okkur var sagt, en þá kemur... þarna er svo mikið af afsökunum. Margir náni vinur hennar segja að hún var ekki að gera það. Hún var á pillunni, hún var þetta, skilur, svona, ok, akkur það er svona mikið að afsaka þetta. Já. En þetta er mjög málið, þetta er það sem okkur var sagt, en svo kemur nú punktur sem þú sagðir, hvað var að segja ykkur þetta? Já. Þessi ég veit ekki, sko. Ég veit ekki hvað þess að heimildi koma, hvort það kom frá Fraklandi eða Englandi, skilur. En hver veit það? Já, en að því að það var talað að það mátti ekki sem taka blóðurunni í Fraklandi. Í Fraklandi, já. Þannig að það gerir ráð fyrir að það var gert í Englandi og þá af læknum hjá þeim. Já, Mér finnst það líklegt. Hafið alltaf á bak við eyrað. Mér finnst það líklegt, já. Hafið alltaf á bak við eyrað, þú veist,
þeir eru ógeðslega valda mikið fólk þeir Já. geta fengið hana beint til sín þeir fljúa hana heim og til sín I don't know just saying, sko. Já, þetta er bara samsvarskenningar 100%, þannig að þú veist það er alltaf gott að hafa á bakvið í öllu sem þú gerir í öllum fréttamölum sem þú lesir lest lesir í öllum fréttamölum sem þú lest og í bara allt sem þú gerir tjekka hver að segja þetta það er eitthvað sem skrifaði bókina Já. er svo manneskil hlutlaus það er eitthvað sem skrifaði fréttina Já. er svo manneskil hlutlaus Einmitt. Það er oft mjög sterkur punktur. Já, þannig að við skulum bara hafa það in the back of mind ef það kemur það kom samt úr krupningu en hver sagði það? Svona umulegt dæmi en þú veist, ef maður les greinar að eitthvað eins og kjöt sé ekki krabbameinsvaldandi, skilur eitthvað þannig, fattar þú? Umulegt dæmi, við erum ekki fyrir að dána út í það en þá er ég að skrifa af kjötfyrirtækjum, skilur Akkurat, og saman með bara sígarettufyrirtæki bara sponsora af sígarettufyrirtækjum að sígarettu er ekki það hræðilega fyrir þig Já. Eða veipið og whatever, skilur bara eitthvað En þannig að það er bara hafa þetta in the back of your mind en það er rosalega erfitt að finna eins og hver það var sem að segir það var bara no sign of pregnancy Já, en svo er önnur kenning hérna Hann Paul Burrell, fyrirrandi butlerinn hennar Díanu hann sagði að hún hefði spáð fyrir dauða sinum og hún vissi að stofnunin sem er bara The Crown myndi verða henni að dauða og ástæðan var það að hún sendir honum bréf að það er einhver alltaf að svona eyðileggja bremsurnar í bílnum hennar hún sést að lætur hann hafa eitthvað bréf að hann segir og segir haldi í þetta bréf til, sko það var alveg fakt að þetta sé til þetta bréf að hún hélt þetta, skiluru er aldrei vita hvort þetta gerðist, skiluru en þetta voru hennar concerns og hún hafði þessar bara áhyggjur að það væri verið að bíla bremsunum og hún lendi alveg í smá slisi, skiluru og fekk svona hugavorka og eitthvað þannig og líka að því að sagt, fyrrum bodyguardin hennar hann lést í slisi á bílnum sem hún átti að vera í þannig að þú veist, og hún var orðin hún var orðin paranoið bara réttilega paranoið réttilega, 100% og en allt þetta var bara svo að Charles geti gift sig aftur að því hann má ekki gifta sig nema á þessum tíma þetta er punktur sem við þurfum að pæli hann má ekki gifta sig aftur nema hún sé fallin frá hann má það ekki nei og hann gifti sig eftir að hún dó hann er giftið Kamil í dag hann er giftið Kamil í dag en hún hún sendir hann bréf þar sem að hún er að segja bara allt sem mjög hættulegt henni vantar knús henni vantar að geta bert höfuð hátt af því það er verið að skipuleggja slys innan gæslappa í bílnum hennars bílabremsunar allt fyrir hann Charles svo hann getur gift sig aftur svo hann getur gift sig elsku, hann þarf svo að gifta sig þannig að hún augljóslega hefur áhyggjur af hennar öryggi hún er alltaf að byrja með þessar samsæðiskenningar sjálf þetta er ekki samsæðiskenning hún var með áhyggjur af það er ekki samsæri en hún samt segir hún hafði áhyggjur að þau myndi verða henni að dauða, skilur sem er basically samsæri á þeim tíma, skilur eða svona, maður má kalla það en samt ekki samsæri, skilur nei, að því að þetta var bara hennar eigin áhyggjur að þú veist, en en það er einmitt einn pólinn á þessu að þetta hafi verið gert viljandi og hún vissi það og hún vissi það, og að þá er í rauninni samsæriskenningin svo að bremsunar hafi verið bilar og hún bara prediktaði sin eigin deiða það er stjórnlað en svo er að svona annar samsæriskenningi er að the paparazzis veit ekki íslenska orðið paparazzi ekki heldur, það er ekki til nei, en þeir gerðu þetta viljandi þeir öllu slísinu, ég veit ekki hvað að segja það viljandi og þeim var kennt mjög mikið það í alvörunni þeim er kennt um þetta en þann dag í dag en það er svona aðalega kennt um að það var slís en þessi kenning er að segja að þeir gerðu þetta viljandi sko, segjum að það sem að döðdænanar hafa bara slís eins og er haldið, þú veist, fram svona að mestu fólki eða svona flesta fólki
þá þetta þeim að kenna. Já. Þetta það. Já. En já, nákvæmlega eins og sér, þarna verið að segja þetta sé viljandi gerst. Já. En það líka gott að taka fram að paparazzi eru bannaðir í Frakklandi, sko. Eftir þetta? Já. Vá. Það eitt ástæðum okkur svo ógeðslega margar stjörnur elska að fara til Frakklands. Vá, Frakkland svo mikið fyrirmynd stundum, sko. Bara svo að banna Photoshop og eitthvað skilur. Já. Banna þetta. Já. Það vist í lagi að taka myndir af viðburðum og okkur svona, en þú veist svona eldi paparazzi. Já, ekki lagi. Af hverju þetta ekki banna allstaðar? Það eru margir að berast fyrir því, sko. Skildi ekki, sko. Og ég veit að, þú veist, ógeðslega margir talsmenn fyrir þetta eins og Angelina Jolie og svona, þú veist, hún hefur oft komið fram og verið bara eitthvað og fleiri, hvort þú sé ekki, Jessica Biel líka og eitthvað. Já. Af því að, þú veist, að þetta fara að hafa svo mikil áhrif á börnin þeirra og þá eru þau búin að vera bara stopp, skilur. Þetta ætti að vera ólöglegt, sko. 100%. Bara þegar þau vilja myndir, þá mega paparazzi taka myndir. Bara það er lægi á viðburðum. Já. Eða, þú veist, en ekki bara storka. Ekki bara elta út á götu. Það er hægt að kæra það, sko. Að galna er líka að ljósmyndarar geta kært þau fyrir að nota þessar myndir. Já. En var ekki gert Justin Bieber eða Kim eða eitthvað? Jú, bara, þú veist, og ég sá bara Jordan Woods, ég veit að hún er ekkert eitthvað frægust í heimi, en hún var að posta ykkur myndir þessum daginn og hún sagði, ég á ekki þessi mynd er teiknað þessum. Já. Af henni. Já. Þú ert á myndinni. Það er galið. Þetta er fárlega lög. Já. Bílast. En já, þessi samsæðiskenning heldur ég fram sem sagt að paparazziarnir þeir hafa elda viljandi inn í þessu göng svo þetta slys hafi gerst. Svo líka til þess að ná í rauninni mynd. Já, nei. Það var þeir voru að reyna að drepa hana. Já. Af því að þessi kenning er þannig að þú veist, þeir eru fá að borga frá breska ríkinu skilur. Okay. Að þeir eru að elda hana inn í þessu göng til þess að myndi geta gerst. Eða það var líka að þeir elda hana inn í þessu aðstæður til þess að setja að drepa þau. Já. Og það eru kenningar líka eins og með Henry, skilur. Hann er aðeins lengri. Með Henry Paul sem er... Já, dræfirinn. Já. En ég hef líka heyrt þá samsæðiskenningu að paparazziarnir hefur viljandi gert þetta til þess að ná myndaðinni. Ó, sjúkt. En það er víst, þú veist, því að þeir... En það var ekki viljandi að drepa hann til að ná myndaðinni. Eða, þú veist, vildu fá myndaðinni dánni, skilur. Það er allir þarna... Það er enginn sem náði myndaðinni þegar hún dáin, sko. Það er allir verið bara, wow. Að hún alltaf deyr ekki, sko, í bílnum. Já, en samt. Það er enginn mynd af henni að fara í sjúkrabílinn henni þannig. Nei, en það er víst til myndir af henni inn í bílnum. Já, meinar. Eftir hún sé búin að slasast. Þessar myndir hafa aldrei sést, sko. En það er samsæðiskenning sem heldur því fram. Það er líka samsæðiskenning sem heldur því fram að þeir paparazzi sem voru þarna eftir þetta gerist, að þeir hafi verið að taka myndir í stað þess að hringja sjúkrabílinn. Og það hefði verið ástæðan okkur hún lést. Já. Þetta hefði, þú veist, ef hún hefði farið beint upp á spítala og kannski náða bjarginni. Já. Og ég bara. Það er líka samsæðiskenning, skilur. Og ég bara fucking paparazziar eru fucking siðlausar manneskjur. Ég trúi ekki að þetta séu manneskjur í alvörunni. Manstu bara eins og Britney málið, skilur. Og þetta er pínu bara svona. Bara, ég er bara make a living, skilur. Ég er bara að vinna mín. Ég er bara svona. Það er að hlusta á þig eitthvað. Já, svartu ljósmyndari. Fara að vinna McDonald's frekar. Þetta er bara svo siðleg starf. Þetta er svona gaman að taka myndir. Taka myndir af, þú veist, fjöllunum og mótelum sem vilja að taka myndir af sér. Já, sem bara bóka hjá þér í myndatöku. Hvernig var það? Þetta er fucking sick. Sorry að það var paparazzi. Þetta er special. Já, ekki eins og sorry. Nei. En já, síðan er það með Henry Paul. Henry Paul, dræfurinn, það er þess að bílstjórinn. Já, hann átti að vera intoxicated með þrefalt áfengismagn heldur en lefilegt áfengismagn í blóðinu. Það er original sagan. Já. Það er bara það er hennar, það er causeið, er það ekki? Jú, það er ekki original. Það er sagt að það hafi 100% verið rétt. Já. Hann er... Já, það er svona statementið. Já, statementið er að hann hafi verið með áfengi í blóðinu. Já, og það er svona hafa hann, bara klesta á vegginn, skilur. Já, brugðist vitlaust við. Já. Það er samt ennþá sagt að þetta hafi verið slysað inni, skilur. Það hafi komið, þú veist, það hafi verið paparazziar þegar einhvern veginn svona mæst og það er svona hafa hann tekið svona klaufaleg mistök, slys, bla bla bla. Já. En já. Kent honum smá það því hann er intoxicated. Því hann á að vera með áfengi í blóðinu, já. En hann var svona yfirmaður öryggismála á Ritz hótelinu sem þau voru að borða á þegar sem þau fóru, sem geði skrítið. Akkur hann að keyra þau? Yfirmaður á hótelinu, eða akkur eru ekki einhver hennar
þú veist, akkur ekki ykkur sem hún ræður fattarðu? Já, að kannski að þetta við vorum í París, ég veit það ekki En samt hennar maður var þarna, skilur, hann var í bílnum bodyguardin hennar var þarna, já Akkur er hann ekki að keyra, þú veist, akkur er ykkur yfirmaður öryggismála á okkur hótel að keyra þau Það er góð spurning Mér finnst það svona, það er ekki the top security sem þú getur verið með Nei Fattarðu mig? Akkur er ekki bara yfir öryggismálum bara í Fraklandi, skilur Já, þú hann er eitthvað skuldlaðinn. hærra sett Góð pæling, sko En kenningarnar eru sem sagt að hann gerði þetta viljandi og eina ástæðan er að því að hann átti svo mikið pening Já, sem hann var að fá frá svona, Bretlandi já, það er eitt af svona, þú veist, sönnunagögnunum sem fólk held, fyrir þá sem trúa þessa samsverðkenningu, þá er eitt af því sem vísbendingin sem þau benda á er það bara, hann er alltaf ríkur með við að vera með þetta starf Já, á okkur hóteli, skilju Og þá er einmitt búið að halda í fram að þessi breska konungsfjölskyldan sem sé Já, eða franskan eða franska, sem er sem sagt að borgunum aukarlega pening Já, eða bæði, það er sagt allt eða bæði, einmitt og En það er líka það að það sem hann gerði viljandi og það, en það er sagt að þegar þetta gerist, þá lúkkar hann ekki drukkin áður en hann fer í bílinn, skilur. Það er engar svona vísbendingar að hann hafi verið ofurölvi af því að þegar hann er þrefalt magn en lifilegt magn, það er þú ert alveg drunk, sko. Það? Ég myndi alveg halda það. Þú veist, hvað er leifilegt magn? Ég veit kannski ekki, þú veist, ég veit ekki hvernig það var á þessum tíma, skilur, kannski er það mjög lítið en ég held að það sé frekar að hækka með tímanum og held að var minna þá kannski. Já, það er góð punktur. En segjum bara, ég er bara 100% að spinna hérna, segjum að leifilegt magn í blóði að þarna að keyra bíl sé eftir 1 bjór. Já. Bara að það sé ennþá leifilegt, þú veist, við erum að setja allt hypothetically. Að þá sé hypothetically magni sem hafa með 3 bjórar. Já. Ertu þá drunk? Ég myndi vera Já, 100%. Ég veit ekki, en ég myndi halda frekar Þú ætlar aldrei að keyra bíl, þú veist, don't get me wrong. Ég myndi halda frekar á þessum tíma 97 að það væri þú þyrftir að það væri meira leifilegt og núna í dag er búið að hækka það sem Ég myndi halda það líka, sko. Þannig að ég held að þetta hljómar allavega, þú veist, ég veit ekki hvernig er að svona lög að keyra stýri þannig að ég veit ekki hvað það er. Nei. En mér finnst það hljóma sem á svona þrefalt magn er alltaf mikið. Það hljómar eins og þetta sé geðast mikið. Og líka sérstaklega á þeim tíma og einhvern veginn í Fraklandi á fyrst mér þetta hljóma svona, ég veit ekki. En svo á sama tíma, franska menningin hefur alltaf verið geðast mikið svona vín með mat og eitthvað þannig. Já, ég segi það, þú veist, það er kannski mjög eðlilegt að kannski á þeim tíma. Eitt vinglas, skilur við. En þá 3 vinglas fyrir kannski fullorðinn mann. Er eitt glas áfengis, leiðilegt áfengismagn? Ekki hugmynd. Þess að segja við erum að setja allt hypothetically þannig að það er ekki að setja út á það það sé ekki að mæla í glösum sko með potið ekki sko, þetta er ykkur prósentum sko 100% allavega, það er allavega kenningin að hann lúkkaði ekki fyrir að vera drukkin þegar stöðs á sér stað og það væri bara lygi til þess að hylja morðið, skilur það var svona sett það og þá líka mér þess að nota til þess að því að hann planaði þetta og skipti svo út annari mannski svo drukkin og flúði, skilur Já, hafi komið bara, þau hefur bara verið í place að hann úr bílnum með eitthvað bara dánu líki sem bara búið að, þú veist, helli eitthvað bara sprauta áfengi eða eitthvað Þetta er eitthvað svona CIA shit bara James Bond dæmi, sko Gæti alveg verið að segja hann í alvegni Það er alveg vandamáli mitt með samsæðiskenningar er það og þetta er rættum mitt í samsæðiska þættirum þetta er það sem ég finnst vera vandamáli er að þú veist, maður hefur heyrt samsæðiskenningar og maður er djöðlega þetta galið svo hafa það ræst eða það hafi verið eins og Jeffrey Epstein máli að því að það mál var síðan satt það er til svo ógeðslega mikið að fucked up shit hvaðan heldur að þessar bíómyndir fá þessar hugmyndir sko? Það er máli, það er eitthvað þannig að eitthvað svona sem ég held að þetta sé ekki það galin hugmynd sko Nei, ég segja það þetta gæti alveg verið eins og bíómynd Já, það er það sem pirrar mig svo mikið Allt með Díunu er svo bíómynd Hún er bíómynd Já, þetta er real life, skiluru Þetta er ekkert eitthvað að klikka sem er komið fyrir að þessi saga var sönn, skiluru Nei Ég get alveg trúið þessu og með við allt, skiluru Með allt, já Getur verið Sturlað Jep Þetta er svo sturlað en statementi er þannig að það er víst satt innan að geða lappa að hann hafi verið með blóð áfengisblóð áfengi í blóðinu já, þrefalt leflegt magn sem er alveg, þú veist, að hljóma mikið Já,
Það hljóma við mikið. veitum ekkert hvað En það við er veitum mikið ekki líka hans líka hans skrítið burðagetu yfir öryggi hérna í frá okkur hótel í Já. Fraklandi. af hverju ertu að hella í þig skilur, af hverju ertu að drekka það meikar í sens mér finnst það ekki meika sens sérstaklega ok, ég er að fara að keyra díunu í kvöld þú veist ekki eitthvað að drekka mikið áfengi ég veit það ekki Nei. nema á sért vondigæn Já, en myndirðu fórna þín? Nei, já, tjók, Já, nei, tala svo um- skiptum lík, já. já, en kannski líka fórnaða lífun sinni skilur tala mikið að Já. þannig dæmi skilur Já. Fyrir hvað? kannski fyrir fjölskylduna sína Já. fyrir peninga fyrir fjölskylduna sína kannski er hann fátækur skilur Kannski var hann í ykkur stóri skuld eitthvað. já, Og var búið að hóta fjölskyldur hans. Getur alveg verið. getur alveg verið en svo er líka bara svona litlar kenningar að bara bíllinn hafi verið bílaður viljandi Já. á þessum tíma, bara eins og henni datt í hug og svo er líka einhver kenning að það voru mikið að skrýtnum flössum Já, og það hafi það voru að blikka svona til að blinda bílstjóran skilur Já, þess já. vegna náðum bara búff skilur og það var einhver hvítur svona Fiat fyrir framann og mótorhjól fyrir aftan og þessi bíll er ekki búin að vera fundin Nei. en það var samt fundin nema að sprautaður rauður eða eitthvað Já, þetta er samsverðskenningum Já. mitt að það hefði annar bíl keyrt á móti. það var kerði skilur fyrir framann og náðu Já. blindan skilur að Já. vegnum með þessu flassi Gert til þess að hún myndi deyja. Já, og þessir mótorhjólegæjar voru ekki paparazziar, þetta var bara svona CIA shit skilur á Breitlandi Bara hitt menn. já, í þessari kenningu líka þá það því hún er ekki dáin hana en það sprauta eitri í hana Já, og þess vegna deyr hann bara á spítalanum já. Að því hún deyr ekki strax. og þeir fá ekki taka blóð skilur. Nei, nákvæmlega. Þeir megi ekki taka blóða en þegar hún er í þú Fraklandi. sjáu bílinn hann er í haki Hann er haki. sko. En líka, halló, henni tveir dóu samstundis. Já. En bodyguardina deyr ekki. Ég skil ekki hvernig hefur ekki verið meira talað um það. Nei, ég vissi það ekki sko Nei, hann deyr ekki. ég með að skrifa hjá mér og það fór samt fram hjá mér sko því ég var bara vissum að það væri bara þau þrjú í bílnum Hann heitir Trevor Reese Jones. Er hann lifandi í dag? Og sér ef hann er, hversu gamall hann er? Nei, 53. Nei, ég var bara að sjá núna, hann var bara ammæli saman og ég. Nei? Jú, What? styrlað. Þá bara eins og mér bara svona sem ég brá. Ég var bara, oh my god. Ok, skipti. Ég skil. Þú veist að halla núna. En hann var samt í lífshættu, sko, þannig að spurning eitthvað svona, hvað ætla hann sé að gera í dag? Góð spurning. Að þú veist, finnst ekki skrítið með að hann hafi verið með Díunu í bíl. Og hann sé ekkert búin að stiga fram með eitthvað. Já, en hann sem sagt, Kannski hann er bara eitthi hræddur. 10 dögum í sem sagt, hvað er kóma á íslensku? Bara haldið Dái. sofandi. Já, í Dái. dái. Og hvert einasta bein í líkama hans, í andlitans var brotið. Shit. Og það er sagt að þetta gerðist þessum maður lifið þetta skilur. Það er að surgeons eða svona hvað er íslenska mín stundum? Skurlæknar. Já, skurlæknar. Þeir hafi reynt að endurbyggja andlitans bara út frá myndum á honum þegar hann var það ónýtur. Oh my god. Hann var það, Það gæti líka bara að hann mun ekki neitt frá sem degi og eitthvað. Já, einmitt. En Eða hann, bara eitthvað, maður veit ekki. en hann er vist búin að gefa út bók. Jú, ok. The Bodyguard Story. Æ, ok, við þurfum að lesa hana. Já, Það er bara sér þáttur. það er bara sér þáttur. Ég get alveg hlusta á The Bodyguard Story en þú veist, en hann er greinilega, þú veist, hann er ekki mjög vókal. Nei. Á myndi við vita meira, sko. Já, 100%. En styrlaða, Ég með eina í viðbót, kenningu. Er þú með eina í viðbót það? Veit ekki. Það er held ég seinasta sem að... Ok, hvað? Það er að hún var drepin á spítalanum. Ok. Hún kom náttúrulega lifandi. Hún náttúrulega dó á spítalanum. En það er sagt að í staðan fyrir að hjálpinni, þá gerði það ekki. Það er bara lyft henni að deyja. Já, og það var sem sagt út af skilur Búið. Bretlandi. Já. Sem er náttúrulega brúðar líka. Já, að þú veist, í rauninni hefði slysið átt að drepa hana. Já, eða bara slísi gerðist. Já, Nei. meina það. Já, Það er örugglega til tveir pólar á þessu. Já, örugglega til tveir. Slísi gerðist, en þeir eru kannski með kannski átti slísi að gerist eitthvað tíma, kannski eru búin að reyna að marga oft. Maður veit ekki. Að því ég meina, hún misti þarna og þeir eru fyrir bara með lækna bara
sem eru tilbúinir bara og ég trú ekki að hjúrlækna myndi gera það. Ekki, þú veist ekki, ef að bílstjórinn myndi taka pening fyrir þetta. En læknir þú ert bara þarna til að verja hvað líf sem þú ert ekki með neina skoðun, átt ekki með neina skoðun á neinu, skilur. Nei, það alltaf svarti sögðar, skilur. Það alltaf skemmt epli. Já, vont að trúi. Það bara alltaf svo leið, sko. Já. En að einhver læknir í Frakklandi hefur verið boðin einhverja milljarða fyrir það, við veitum ekki. Já. Þú veist, borga milljarða fyrir það að bjarga henni ekki. Okkur að myndi taka því, þú veist. Það til svo ljótt fólk líka, sko. Veist, það til fólk með því miður. Það bara morðingi, skilur. Basically, sko. Það bara morðingi. Það til morðingar. Já, það nefnilega til. Það bara spurning hvort að breska konungsfjölskyldan sé morðingar eða ekki. Það spurning. Af því að ef að slysið var ekki viljandi gert. Ef að slysið var viljandi gert. Já. Hver var það þá? Það engin annar á eftir henni. Nei. Það engin annar sem að vill ekki sjá hún að lifa. Ég held ekki, heldur en þetta förm. Nei. Bara svo hann getur gifts aftur. Já. Maðurinn. Og líka hún var bara búin að vera opinber. Hún var að segja þessi fjölskylda sökka þig. Hún var að segja, hún var bara að expósa þig innilega sem þessi hlutir eru aldrei verið sagt þessa fjölskyldu þannig, skilur. Nei. Ekki svona. Nei. Það eru margir ljótir hlutir sem hafa komið upp þig á þessum tíma, en ekki svona. Ekki frá mannesku sem var þarna inni. Já, og líka ekki persónuleg, skilur. Fyrr en? Núna? Já. Núna aftur, já. Núna með Meghan Markle. Það var samt ekki eins brútali sem hún expósaði, skilur. Hún var ekki þarna í lengi. Nei. Hún var hann í mörg ár. Já, Diana var hann í mörg ár, sko. Alltaf mörg ár. Hún ólst þarna upp. 19 ára er hún trúlofið næsta konungi Bretlands. Já. Og Meghan Markle er náttúrulega ekki í sömu stöðu af því að hún er aldrei að vera drottning. Hún er aldrei að vera drottning. Nei. En Diana segir sjálf, hún vissi að hún myndi aldrei vera drottning. Já, hún sagði það. Já. Hún sagði, ég vissi ég aldrei. Hún vissi að hún myndi giftast honum, þannig, þú veist, þegar hún var trúlega, þegar hún var búin að giftast honum, hún vissi að hún myndi aldrei vera drottning. Steikt. Það er að vita svona mikið. Það er að segja það líka. Það veist. Basically, annarkort þetta predikta á þessu deyrð eða þetta predikta að þú mynd skilja á endanum, skilur en þarna, ef þú segja þetta ef þú veist þetta og mynd aldrei vera drottning og þú veist að þú mátt ekki skilja basically, af því það er svo illa séð hana. Já. Hvað er það að predikta? Nema þá hún viti að þau eru lizard people og Elisabeth mun aldrei deyja. Já. Svo er það. En svo er það líka það. Ég ætla bara að koma með einn síðasta punkt í það. Að ég er búin að býða eftir að segja þetta og ég ætla að segja þetta upp á þáttu, ég er búin að gleyma núna í núna. Okay. Kári Stef. Já. Úr íslenska. Það er lizard people. Nei. En þetta er bara, þetta er hættulega vettvangur sem ég segi þetta í enda þátt svo við förum ekki ómikið onni í þetta. Svo sé ekki margir að hlusta en þá. Nei, svo ég og þú förum ekki. Nei, ok. Við erum að klára það. Þú fattar hvert ég er að fara með þetta. Kári Stef mætti í FNÍ blöð. Sem sagt í mars. Já. Og og þeir eru eitthvað að tala við hann COVID, bla 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 en svo spyr Steindi spurningu hann segir, er hægt að klóna mig? Já. Ok, ég var að segja ég var að hlusta þetta áðan aftur bara þú veist, til að double checka ég ætla ekki að fara með villsmál Kári Stef segir það er tæknilega séð ekkert flóknara að klóna þig heldur en hund. Já, mitt. Þannig að þá spyr Steindi, getur þú klónað mig? Og þá segir Kári Stef, ég er ekki með aðstöð til þess á mínum vinnustað. Þannig að gæta. En það tæknilega, hann segir, tæknilega séð er það ekkert flóknara en að klóna hund. Og þá segir hann, Ólafur Ragnar klónaði hundi sinn. Já, það er rétt. Tæknilega séð er ekkert flóknara. Mér finnst það bara styrla. Já. Og þá spurði hann, hefur þið hitt klón? Þú er ekki að spurningar. Sko, ef við fengum Kára í þarna þátt, ég myndi bara vera klón. Með nákvæmlega sem spurningar á Steindi. En hann sagði, hefur þið hitt klón? Hann sagði, nei, ég hef ekki hitt klón, en ég hef hitt eineggja tvíbura sem að í rauninni voru það mikið eineggja, eitthvað, blá, veist ekki, þetta er ekki sérstaklega tvíbura að þeir bera alltaf sama og klón myndu. Já. Þú veist, tveir manneski sem klónum myndi bera
og ég veit ekki, þetta er bara svona blow my mind að það er eitthvað bara búin að staðfesta fyrir mér já, þetta er hægt og þetta er tæknilega sé ekki flóknara en að gera eins og búin að gera hund þá er 100% búið að gera það þá er búið að gera það 100% það fólk er kannski bara læst inni bara eitthvað klónex þar eða hún er bara búið að klóna Elisabeth gett oft hún er samt bara búin að vera til bara í næstu 100 ár sko já, eins og venjulega lífstíma eða þú veist já kannski aðeins above average en just saying já þetta var pæling það er örugglega, þú veist, það er ekki hægt að klóna hana þá hún voru 200 ára þá væru við bara, heyrðu, er hún ekki já, þá færum við alveg svona já, upp á öxlum ef hún verður 107 ára þá mun ég kannski halda að þetta sé þá fer ég spurningar sko já, bara 2 sko Elisabethi þetta er spurning en það er bara svo skrítið því að þá hlýtur að klóna hana strax hún verður bara jafn gömul já, en ég sé ef Diana vissi, ég verð aldrei drottning var það því hún vissi að Charles myndi ekki lifa út mömmu sína gæti verið það I'm just saying I don't know það er svo mikið en þú skilur okkur í tókið í enda þátt því að ég bara við og klón þetta er ekki góð umræða við byrjum og við hættum ekki sko. nei, þá bara fer hausin okkur í eitthvað spagetti þannig að hérna við endum það hér þetta var part 2, þetta var samsæðiskenningar Díanu prinsessu verður ykkur á góðu og við sjáumst í næstu viku